Samningur og samstarfsyfirlýsing FabLab-smiðju á Suðurnesjum voru undirrituð í vikunni. FabLab eru stafrænar smiðjur sem gefa fólki og fyrirtækjum tækifæri til að þjálfa sköpunargáfuna og hrinda hugmyndu sínum í framkvæmd með því að hanna, móta og framleiða hluti með aðstoð stafrænnar tækni. FabLab á Suðurnesjum verður 12. smiðjan til að opna hér á landi. Að samningnum koma Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið, Mennta- og barnamálaráðuneytið, Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Reykjanesbær og Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum. Auk samningsaðila koma fjölmargir aðilar að verkefninu, en að samstarfsyfirlýsingunni koma auk samningsaðila, Suðurnesjabær, Grindavíkurbær, sveitarfélagið Vogar, Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Fiskitekniskóli Íslands, Þekkingarsetur Suðurnesja og Keilir, Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs. Áslaug Arna, þetta eitthvað sem að þú ert búin að vera að nefna nokkrum sinnum við okkur, FabLab. Nú komið að þessu. Já, loksins. Ég ótrúlega glöð að vera hérna í dag og vera þátttakandi í þessu. Þegar ég mætti inn í nýsköpunarráðuneytið og var að skoða hvaða aðgengi landsbyggðin hefði að svona samningum stafrænar smiðjur, gögn og tæki og tól sem koma með FabLabum, að þá sá ég að það var pottur brotinn af því að það vantaði augljóslega eina hér í Reykjanesbæ. Og þess vegna setti ég það snemma á dagskrá og því ótrúlega glöð að þetta sé komið núna í þannig farveg að það sé hægt að byrja. Hver reynslan af þessu? Nú verður þetta komið upp á nokkrum stöðum. Reynslan ótrúlega góð. Sérstaklega sem samfélagið allt nýtir FabLabið og við erum að sjá það að það hafa ótrúlegustu nýsköpunarverkefni sprottið upp frá FabLabum. Verkefni sem eru að verða stór fyrirtæki í dag meðal annars, en ekki síst líka bara til að vekja áhugann og svona færnina í ýmsum stafrænum málum sem mikil þörf verður á gagnvart færni þörf framtíðarinnar. Og við sjáum það að þetta aðgengi að svona getur bæði auðgað atvinnulíf og fyrirtæki, getur aukið áhuga ungs fólks á ákveðnum greinum og þeir geta fundið áhuga sínum farveg, en ekki síst líka bara frumkvöðlar, ungt fólk, eldra fólk getur komið og prófað hlutina og prófað hugmyndir sínar og sjá hvort það sé hægt að láta þær verða veruleika. Þannig að við erum að tala stafræna smiðju fyrir alla, ekki bara nemendur í Fjölbrautaskólanum eða einhver ákveðin aðila. Nei, það finnst mér ótrúlega mikilvægt. Það var tekið ákvörðun að hún var í byggð hér við og það gert víða, ekki allstaðar, en hún þarf að vera opin öllu samfélaginu. Af því að þá fyrst sjáum við hvernig við getum hámarkað nýtingu FabLaba og hvernig samfélagin geta nýtt þetta í sína þágu til þess að búa til fleiri tækifæri á þessu svæði. Og vissilega þörf hér á þessu svæði þar sem mikil gróska og mikil uppbygging framundan. Já, hérna held ég að við séum verið að leggja áherslu á fjölbreyttari atvinnutækifæri. Að við séum að búa til spennandi fyrirtæki með hálauna störfum sem oft eru tengd tækni og nýsköpun með einhverjum hætti og þá FabLab ótrúlega góðu grunnur bæði þá fyrir yngri krakkan okkar að við séum að stækka heiminn þeirra og hugmyndir en ekki síst líka fyrir alltaf kröftuga fólk sem hér býr að það hafi aðgengi að þessum tækjum og tólum til að láta hugmyndir sína verða veruleika og svona ýta undir fjölbreytt atvinnulíf á þessu svæði. Ásmundur, FabLab til eitthvað íslenskt orðið verið það? Já, það hefur notað orðið tæknismiðja og þetta auðvitað bara hugsað þannig að á þennan stað geti allir leitað í samfélaginu sem að vilji rækt áfram og þroska hugmyndir eða reyna að fá hugmyndir, vinna með þær áfram vegna þess að nám á að vera alltaf allstaðar. Við eigum ekki að klára nám þegar við ljúkum formlega skólagöngu, við eigum að læra meðan við lifum og FabLabið á að geta tryggt það og opnað dyr menntakerfisins fyrir ólíka hópa til þess að vinna áfram með sína styrkleika. Gott að tengja þetta við menntastofnun eins og Fjölbrautaskóla? Já, ég held að það sé mjög gott að hafa þetta tengt við menntastofnun eins og þessa, en leið þurfa þeir sem hér eru að passa sig að þetta verði opið öllum og sé með tengingar og rætur inn í sem flesta hópa og ólíka geira og þess vegna svo mikið ánægjuefni hvað eru margir hérna í dag, ekki bara skólarnir, heldur líka forsvarsmenn sveitarfélaga, þingmenn, samband sveitarfélaga og svo framvegis vegna þess að það verður aldrei meiri dýnamík í þessu heldur en að við tryggjum að þetta verði opið fyrir, skulum við segja. Og reynslan hingað til góð?
Já, við sjáum það bara allstað þar sem hafa verið sett upp svona fablöp að þetta verður dýnamískur suðupunktur og við heyrðum nú nokkrar dæmisögur hér í dag af verkefni sem hafa orðið til í svona fablöp og það hugsunin og byrja snemma og byrja snemma að opna þetta fyrir yngstu skólastigunum en leið hafa þetta opið fyrir þá sem að telja sig svona hafa lokið skólagöngu. Þannig að ég skora bara á þig að þegar fablabbi verður komið að taktu spjallið heim í stofu og mætiði þú og frúin og vinniði skemmtilegar hugmyndir. Þannig á fablabbið að vera. Þannig verður það dýnamískur suðupunktur. Kristján, þetta hlýtur að vera svona ánægileg viðbót við starfsemina hérna í Fjölbrautaskóla Suðurnesja að opna fablab. Vissulega það. Þetta bara mjög stór stund fyrir okkur og ég vona að nemendur taki þessu fagnandi. Þannig við höfum svo sem verið með lítinn vísi að svona teknísmiðju eða fablab og þetta verður til mikill að bóta. Mun þetta verða nemendum í skólanum, hafa þeir aðgengi að þessu sem sagt? Já, þetta verður opið bæði fyrir nemendur hjá okkur og líka grunnskólana. Síðan það líka opið fyrir þá sem íbúar á svæðinu og vilja sækja hingað. Við munum reyna að bjóða upp á áfanga. Það sem að nemendur geta sem sagt verið bara í áfanga í þessu, nýsköpun og því. Bjarklín, þú kemur til með að stýra fablabinu. Hvað með praktíska hluti? Hvenær verður þetta opnað og hvernig mun þetta ganga fyrir sig? Já, ég kem að undirbúningi og stofnun og setja þetta af stað, svo ráðum við verkefnastjóra mjög líklega í haust og þetta gengur bara ljómandi vel. Við erum komið mjög fína aðstöðu hérna í FS og erum bara átt okkur á hvernig við viljum hafa útlitið, erum með hönnu með okkur og vitum svona hvaða tæki og tól og húsgögn og annað við þurfum að kaupa til að láta þetta verða veruleika. Hvað þetta stórt og þetta svolítið frjálslegt, get ég sagt, að varðandi húsgögn og svoleiðis? Við erum bara mjög praktískt í þessu. Við kaupum nú örugglega eitthvað frá IKEA til dæmis og þetta 110 fermetra svæði eða húsnæði og þannig að við reynum líka að vera með þetta þannig að við getum að þetta þróast auðvitað eitthvað með tímanum, þannig að sé smá svigrúm innan svæðisins að gera breytingar og færa til og slíkt. Hvað verður þetta opið svona daglega eða langt fram á kvöld eða? Nei, við byrjum örugglega fyrst að vera með opið virkadaga, bara þennan venjulega skólatíma, líklegast kannski eitthvað aðeins seinna eða svona fram að miðdaginn, en við þurfum eiginlega bara að sjá til hvort að við höfum opið á kvöldin eða helgar. Við munum ekki gera það fyrst og það þannig, fólk segir okkur frá því sem eru frá öðrum smiðjum að nýsköpunaraðilar, frumkvöðlar og aðrir, þeir vilja oft nýta smiðjuna að degi til, ekkert endilega að koma kvöldin til að vinna. Þannig að við þurfum bara svolítið að þróa þetta, en þetta verður opið öllum. Það aðalmálið. Nú verður að tala um nýsköpun, Kristján, sem tengist mjög mikið fablöpum. Hvernig skólinn að nálgast nýsköpun? Er ykkur fög sem að tengjast því beint eða? Það í rafmagni. Rafmagni hefur mikið verið að nýta sér þetta. Og það voru til dæmis nemendur fyrir starfslaupið. Þeir komu og skönnuðu mynd af mér inn, þrívídaprentuðu, þannig að ég hef nátt að hafa hana með bara til þess að lofa mönnum að sjá. Þannig að þeir útbjuggu þannig styttu, þannig að það vonandi svona vísir að því að það áhugi hjá nemendum fyrir þessu. Þarna verður líka aðstaða fyrir hljóðblöndun, tónlist og annað, smá klefi, þannig að það ekki bara eitthvað teknilegs eðlis, heldur geta menn komið og sinnt svona tónlist og öðru. Geta þá aðilar út í bæ komið og unnið að verkefnum? Já, það algjörlega, ekki spurningu sko. Og það stundu þannig með frumkvöðlana, þeir eru í einhverjar hugmyndavinnu, þau eru svo prótótæp af vörunni, þá geta þau komið til okkar og framleitt. Þannig að þeir eru björnsýn með þetta? Já, þetta mjög skemmtilegt og bara virkilega vel tekið undir í samfélaginu. Það eru bara bæði grunnskólakennarar, aðri kennarar, starfsmenn, sveitafélag hafa áhuga á þessu. Þannig að við erum komin með vettvangi til að vinna saman. Það að kvikna líka held ég sé áhugi í grunnskólanum fyrir þessu. Þannig að það hjálpa bara til þegar þeir nemendur fara að koma hingað að þá gengur þetta upp.
skiptir máli náttúrulega að það er alltaf að tala að það þurfi að gera atvinnulíf á Suðurnesjum fjölbreyttara, þannig þetta er svona einn liður í því. Já, tvímælalaust. Ekki spurning, það væri alveg þegar framleiða stundir, væri gaman að fá stuðning og samvinnu í gegnum valin fyrirtæki að koma með ráðgjöf og jafnvel námskeið fyrir ákveðna hópa til að tengja þarna hvað fyrirtækin eru raunverulega að gera og með hvað tækni þau eru að vinna að tengja þetta saman. Það er svona langtíma markmið. Það eru sprotafyrirtæki á svæðinu sem að geta alveg komið inn og unnið að sínum hugmyndum og annað. Ég held að það sé ekki allir sem gerir sér grein fyrir því að það er svona þessi vísir til staðar.